Komið þið sæl og blessuð og verið velkomin í þetta kennslumyndband. Ég heiti Björn Ívar Karlsson og í þessu myndbandi ætla ég að fara með ykkur yfir hvernig við getum lært af sterkum meisturum og nýtt okkur þeirra þekkingu okkur í hag. Við ætlum að byrja á því að skoða brot úr gamalli skák með besta skákmeistara heims á þeim tíma og svo ætlum við að sjá dæmi hvernig íslensku skákmeistari nýtti sér brauðin og brellurnar frá þessum gamla meistara. Þannig að fyrsta sem við ætlum að líta á er staðan hér. Og hér sjáum við stöðu sem kom upp eftir 18 leiki í skák Paul Morphy, sem var besti skákmaður heims á þeim tíma, þannig miðja 19. öld, mjög sterkur bandarískur meistari, og hann er að tefla við þýskan skákmeistara sem hét Srufer. Og í þessari stöðu að sjáum við að svarti kóngurinn er ennþá staddur á miðjuborði. Hann staddur hérna á D8 og hvítur er komin í stórsókn, nema hvítur er búinn að fórna heilum hrók fyrir þessa sókn. Við sjáum að við berum liðið saman, hvítur hefur bara 1 peð fyrir hrókinn, en hvítur hefur 3 virka menn í sókninni, riddara, biskup og drottningu, og eins og ég sagði, kóngurinn er fastur á miðborðinu, hann er ekki komin í skjól, þannig að hvítur getur nýtt sér það. Í þessari stöðu leik hvítur núna riddari E6 skák, sem að gefa svarta kóngnum nokkra möguleika. Hann getur farið á E8, hann getur farið á D7 eða hann getur farið á C8. Við sjáum strax ef að kóngurinn fer á E8 þá möguleiki fyrir hvítan að taka peðið á C7 og gafla hrókinn og kónginn. Ef að kóngurinn fer út á D7 er hann auðvitað komin í skotlínu drottningarinnar og hvítur á aftur ýmsar fráskákir með riddaranum, margar mjög hættulegar. Það kemur til greina fyrir hann að fara með riddarann á C5 og skáka kónginn og það verður mikill eltingaleikur. En svartur ákveði þess að skáka fara með kónginn á C8. Sennilega hefur hann séð möguleika að flýja með kónginn á B8 í skjól þar. En þessi áætlun var á röngu plani byggð hjá svartum. Því að núna skákaði hvítur með riddaranum á C5 sem er fráskák, eins og við sjáum. Svarti kóngurinn má auðvitað ekki fara á D8 reitin því þá kemur drottning D7 át sem riddarinn vanda drottninguna. Kóngur verður þess að fara á B8 og þá kemur riddari D7 skák. Aftur skáka riddarinn og nú er svarti kóngurinn þvingaður í skotlinu hvítu drottningarinnar á C8. Og nú á sem sagt hvítur aftur fráskák. Hér getur hvítur, eins og við sjáum, fráskáka með riddarinnum á E5 ef hann vill og ætti þá að vinna svartu drottninguna. En Morphy vildi þetta meira, hann vildi mát, hann teldi vildi alltaf upp á mátan Morphy, mikill sóknarskákmaður. Þannig að hann fráskákaði með riddaranum á B6 reitnum. Það sem að riddarinn er auðvitað í uppnámi 2 peða, en það má ekki drepa riddarinn því að það skák líka með drottningunni. Kóngurinn fór núna á B8 og þá kemur snildin hjá Morphy, drottning C8 skák beint í döðan, svartur verður að drepa með hrók og þá er svarti kóngurinn inni króaður og riddari D7 er mát. Og svona endaði skákinn. Og þetta þema sem að Morphy nýtti sér þarna er kallað kæfingamát og er mjög þekkt þema. Það er til í ýmsum útgáfum en alltaf byggist á því að riddari mátar inni króaðan kóng. Þetta þema þekkja flesti skákmeistarar og við höfum séð þetta og lært þetta og æft okkur í þessu. Og við vitum að því meira sem við æfum okkur í þessum þemum því betur festast þau í minnun okkar og því betur sem við þekkjum það því líklega er að við getum notað þau þegar þau síðan koma upp í okkar skákum. Þannig að við ætlum að líta á aðeins nýrri skák sem að telt rúmlega 100 árum setna milli íslenska stórmeistarans Guðmundar Sigurjónssonar og svissneska alþjóðlega meistarans Andreas Hús. Og þessi skák var telt í landskeppni Íslands og Sviss í Englandi árið 1974. Guðmundur stjórnaði hvítumörnum og staðan sem við erum með hér kom upp eftir 20. og 15. leik svarts peð á B4 og sem hótar auðvitað biskupnum. Við séum að staðan er ekkert sérstaklega opin og það er ekkert sem bendir til þess að við séum að fara að sjá kæfingamát í þessari stöðu bráðlega. En við skulum sjá hvað gerist. Guðmundur brást við hótun svarts með að leika hrók út í 1. Það er mjög gott að hafa í huga að bregðast við hótun andstæðingsins með því að hóta einhverju sjálfur. Svartur verður að fara með drottningun eitthvað og í þessari stöðu gerði svartur slæm mistök. Besti leikur svartur að fara með drottninguna sennilega á E7 eða E8 að halda henni svona miðsvæðis
að reyna að halda valdið á þessum riddara og reitunum sem eru hérna í kring. Svartur stendur aðeins verr af því að hvítur á ýmsar góða tilfæringar í framhaldinu, en svartur ætti að geta barist áfram. En svartur fór með drottningunum sína hingað yfir á B6 og nú er svartur drottningin einfaldlega allt og langt frá svartu kóngnum, tekur ekki þátt í vörninni. Svartur bjóst við að Guðmundur þyrfti að hörfa með biskupinn sinn tilbaka, en Guðmundur ákvað að fórna biskupnum á F5 því hann var búinn að sjá hvað hann geti gert í framhaldinu, hann var búinn að sjá ákveðna möguleika og hafa með þetta þema í huga sem vorum að skoða á kæfingamótið. Bara til að sýna ykkur hvað þekking á svona þemum getur nýst manni vel. Það er einhvern veginn, ef maður sér hlutuna fyrir sig hvernig það getur mögulega gerst í framtíðinni, þá opnar það augum hans fyrir því hvað er hægt að gera. Svartur drap nú á F5 með peði og þá drap Guðmundur riddarann á E6 með skák. Svartur drap með riddara og þá kom drottning C4 sem að hóta riddaranum. Við sjáum að ef við förum aðeins tilbaka í þessa stöðu hér þegar Guðmundur drap peði á E5 með biskup, þá var eina hugmyndin með þessum leik var að losna við F6 peðið. Því þessari stöðu hér, eftir drottning C4, þá er peðið ekki lengur á F6 og það gefur hvíta riddaranum aðgang að G5 reitnum, þar sem hann getur aukið pressun á riddarann. Ef peðið var á F6, þá væri svo mögulega ekki fyrir hendi. Hér verður svartur auðvitað að valda riddarann sinn og hann á tvær leiðir til þess. Hann getur annarkvort leikið kóngur F7 eða hrókur E8. Hann lék hrókur E8 í skákinni. Ástæðan fyrir hann lék ekki kóngur F7 er að þá er riddarinn ennþá leppur og þá getur hvítur leikið riddari G5 skák sem að bæði skákar og hóta riddaranum í leiðinni og svartur má þetta ekki drepa því að riddarinn er leppur. Þetta er skelfilegt fyrir svartan. Þess vegna lék svartur hrókur E8. Guðmundur lék auðvitað samt riddari G5. Riddarinn er ennþá leppur. Hann er ekki farin neitt. Hér getur drottningin ekki valda riddarann, hún er munið allt og langt í burtu, þannig að svartur ákvað að drepa peðið á F2 með biskup. Það er jafnt í liðum í augnablikinu eftir að hvítur drepur riddarann hérna á E6. Það er jafnt í liðum, en hvítur er í svakalegri sókn og svörtum mennindi vinna ekki vel saman. Við sjáum að kóngurinn er í skotlínu drottningarinnar á C4 og hér hóta hvítur fráskák með riddaranum og þetta gæti endað mjög illa fyrir svartan. Hér lék svartur drottning E3. Kannski skásta leiðin til þess að berjast áfram var að fara með kónginn bara á H8 hugsanlega. En drottning E3 og þetta gefur hvítum tækifæri á að fráskaka með riddaranum og sennilega hefur svartur haldið að mennirnir hans væru öruggir eða eitthvað, ég veit það ekki. Kannski sá hann mátið til enda og vildi bara einfaldlega leyfa Guðmundi að klára skákina glæsilega, það getur líka verið. En hvítur skákaði núna hérna á G5 riddaranum og alveg eins og áðan þá í skákinni á Morphy þá getur kóngurinn farið til beggja hliða. Ef að kóngurinn fer á F8 þá getur hvíta drottningin mátað á F7 með hjálp riddarans, þannig að svartur fór með kónginn á H8. Getið þið áttað ykkur að því núna hvernig hvítur mátar í nokkrum leikjum? Hvítur getur mátað núna í 4 leikjum. Hann leik riddara F7 skák, svartur er þvingaður til að fara á G8. Þá kom fráskák með riddaranum á H6, opna fyrir drottninguna, kóngurinn verður að fara eitthvað og þá valda riddarinn G8 reitin, þannig að drottning G8 þvingar svartan til að drepa drottninguna með hrók, en þá er kóngurinn innikrófaður og riddari F7 er mát. Þannig að þarna notaði Guðmundur sér eitthvað sem hann hefði séð frá gömlum meistara löngu áður. Þetta var þekking sem hann bætti vopnabúlið sitt og gat notað í sinni skák þegar tækifæri gafst til. Lærdómsríkt. Takk fyrir þetta.